Já, Hjörtur, hvernig líst þér svona á þetta henni í Danmörku? Við tapið það sjálfsögðu? Mér líst bara ljómandi vel á þetta. Það alltaf gaman á svona stórmótum og þetta umfangsmikið og skemmtilegt og eins og segi, gaman að vera mættur en hefði mátt ganga betra á laugardaginn. Hann farið ágætlega með blaðamennina hérna, finnst það ekki? Jú, ég svo sem ekki lent í því að beint fara illa með okkur. Ég nú farið með A-landsliði karla og einhverja fleiri leiki, þannig að þetta nú yfirleitt alltaf til fyrirmyndar, sérstaklega sem að Júfa kemur. Ég verð náttúrulega að spyrja varðandi Vasku svona að gera, hvað kom til með að þeir ákvaða að dæla eins yfir þig? Já, þú verður að spyrja þá að því. Ég hef nú talað við það nokkra eftir þetta og enginn vill gangast við því að vera höfuðpaurinn í þessu. Grunnindar Aron Einar hafi verið staðið fyrir þessu, en það skiptir svo engu máli. Það mesti misskilningur til á þeim að halda að ég hafi verið eitthvað fúllir. Þetta var bara létt grín hjá þeim sem var bara skemmtilegt. Þannig að þú tókst þessu bara vel? Já, þetta nú bara vatn og bara gaman að þeir geta skemmt við strákarnir og gaman að sjá að það nú léttur andi hjá þeim með þá. Hvernig metur möguleika okkar fyrir Sviss-leikinn? Ég met á bara svona ágæta. Ég nokkuð raunsær á þetta og sama þó að þeir segist nú vera búin að hrista úr sig vonbrigðin frá því á laugardaginn, þá svona situr náttúrulega auðvitað aðeins í þeim og þetta náttúrulega aðeins brothættir heldur en þetta var fyrir mót, en svissneska liðið betur en það hvítrússneska, en það þarf ekki endilega því að íslenska liðið geti ekki unnið leikinn. Það svona, hvítrússarnir voru mjög skipulagðir og agaðir og lágu tilbaka en Svisslendingar munu reyna að sækja og það hefur svona hentað íslenska liðin ágætlega að sækja hratt og vinna boltann á einhver staðar á miðjum vellinum og sækja síðan hratt, þannig að það verða fleiri opin svæði fyrir Ísland til að sækja, þannig að ég met svona bara 50-50 eitthvað liðis.